Góðan daginn. Þá ætla ég að tala í dag örlítið heimildir. Nei, ritgerðir, ekki heimildir. Bara partur af þessu er heimildir. Þetta er aðalega ritgerðir og hvernig á að setja ritgerðina upp. Og það eru ákveðnar reglur og það skiptir engu máli hvort að þið eruð að gera ritgerð í bóklegu fagi eins og uppeldisfræði eða hvort þið eruð að skila inn verkefni í tölvufræðinni. Að þið verðið að setja það upp á almennilegan hátt. Þið verðið að setja að fara eftir reglum og annað. Ég er með skjal hérna sem ég tók frá Jóhönnu.is og þetta heitir Saga Símans og ég ætla bara, þetta er ágætis stærð af skjali þannig ég ætla að vinna með það bara til að sýna hvað það er sem þið þurfa að pæla. Það eru hérna sjáu þið ýmsir kaflar í þessu skjali þannig það er ágætt að nota það og þá best að byrja bara á því að tala letrið. Letrið er yfirleitt alltaf 11 punkta, 11-12 punkta sérstaklega ef þið veljið kalibri. Línubil er yfirleitt alltaf í ritgerðum 1,5 til 2 línubil. Og þessu breytiði hér inn í paragraf. Farið hér inn í paragraf og þið veljið þar line spacing single. Og þið viljið ekki hafa það single, þið viljið annarkvort hafa það 1,5 eða þá þið viljið hafa það 2-falt. Ok. Það sem hún gerir hér núna er að hún breytir bara paragrafinu sem ég er í af því ég var ekki búin að merkja við neitt annað. Ég var bara stödd inn í einu paragrafi þannig hún breytir bara því. Ef ég ætla að breyta öllu skjalinu þá verð ég að merkja allt skjalið sem ég vilji breyta því. Og þetta er það sem þið þurfa að passa rosalega vel upp á því það er mjög algengt að nemendur sé að skila inn í ritgerðum sem eru bæði með 1,5 tvöföldu og jafnvel einföldu línubili og það er alveg hryllilegt að lesa þannig ritgerðir og það verður ósjálfrátt til þess að maður fyrir efast að efni sé gott ef að fólk hefur ekki passað upp á línubil og letur. Þannig að við skulum bara taka þetta hérna tilbaka sem ég var að gera núna áðan, ég ætla ekki að fara þessa leið, ég ætla að fara bara hérna í undo og nú ætla ég að velja allt skjalið. Og það ger ég með því að velja annarkvort renna með músinni og draga yfir það allt en ef það er mjög langt þá getur verið betra að gera bara Ctrl og A og þegar ég geri það þá velur hún allt skjalið og núna kæm og til með sjáðu, nú er hún búin að velja hjá mér allt skjalið þannig að nú get ég breytt öllu í einu þannig að allt verði eins þannig ég fer hérna inn í aftur og ég breyti línubilinu í, ég ætla að hafa þetta 1,5 og ok. Núna verður strax auðveldara að lesa textan. Hann rennur betur og hann verður fallegri. Eitt paragraf er eitt svona. Þetta er eitt paragraf. Hér er annað paragraf og í þessu hér að þá sjáu þið þá er hér eitt paragraf, hér er annað og hér er það þriðja. Yfirleitt ekki, eða það er algengast paragraf eru ekki bara 2 línur. Þær eru 3 til 4, 5 línur, hámark 6. Ef það er mikið lengur, lengri, þá þarf að skipta þeim niður í fleiri paragraf. Ef þið eru nú að gera ritgerð þar sem þið þurfið að vitna, þá myndi þið þurfa að setja hérna tilvísun á eftir hverju einasta paragrafi og það er mjög mikilvægt. Þannig að þá setjið þið sviga hér, fyrirgeðu, þetta var ekki svigi. Svíin er hvar hjá mér. Hérna. Setjið svigan og þetta væri heimild eftir mig sjálfa sem ég er að nota. Anna Kristín Halldórsdóttir. Anna Kristín Halldórsdóttir og hún er frá 2009. Hér. Punktur á eftir. Nú er punktur hér á undan, hann á ekki að vera. Það er aldrei punktur á undan sviganum, hann kemur alltaf á eftir sviganum og það er mjög mikilvægt að þið tekkið á því og setjið hann hér á eftir. Það er ekkert sem pirrar mig meira heldur en þegar ég sé að það er búið að tróða punkti, einhverjum auka punkti hér, eins og þetta hér sé orðið bara sjálfstæð lína. Þetta hér fylgir þessu hérna paragrafi. Já, það er ef við ætlum að nota vefsíðu sem heimild. Þá er mjög algengt að maður sjáu að fólk taki hérna vefsíðuna, Ctrl og C og ég ætla bara ekki að fara alveg svona langt. Við höfum hana bara, þetta er hér. Og þetta hér er
sem ég ætla að nota, Ctrl og V og hvaða ár var þetta? Þetta var árið 2000. Þá það komma, 2000, svíin lokast, punktur. Og tek náttúrulega þennan hérna sviga af. Þetta ekki rétt. Það á aldrei að koma svona löng slóð, vefslóð inn í texta sem ég með. Og ef þeir eru bara með slóðir af netinu sem ekkert óalgengt að fólk sé með margar slóðir á netinu, þá kemur þetta hér fram aftur og aftur og ég ætla bara taka það hérna nokkur og setja hérna hingað og þangað og sjáu hvað þetta hræðilega ljótt. Já, það ekki bara það að þetta hérna sé rámt, heldur þetta líka bara ljótt. Og hvað eigum við þá að gera? Við skulum bara taka þetta hérna tilbaka sem ég búin að gera hérna núna nokkrar. Ég búin að setja þetta hérna nokkru sinnum hérna. Og það sem ég á að gera að ég á að nota þetta hér sem eigandinn af síðunni. Tek Ctrl og C á það, set það hér upp, set 2000 sem árið sem að þetta hérna sett inn á síðuna. Það ekki alltaf sem að maður getur fundið árið. Stundum ómögulegt að finna hvenær vefsíðan hérna gerð og þá myndi maður setja hér ekki dagsett. Já, þá lítur það svona út og við skulum þá fara í næsta sem við ætlum að fara í. Og já, ég var búin að segja ykkur það, þetta alltaf eftir hvert einasta paragraf þá kemur tilvitnun. Nema að þetta sé almenn vitneskja. Almenn vitneskja til dæmis Ísland eyja, Vigdís Finnbogadóttir var forseti Íslands og eitthvað svoleiðis. Og já, förum ekki nánar út í það. Þetta bara þessi almenna þekking. Leiðu þeir farin að vitna í eitthvað annað, að þá verðið að vera með tilvitnun. Og þið megið ekki vera með tilvitnun ef að þið hefði tekið til þið að vísa í einhverja bók sem segjum að ég hef skrifað þessa bók, Anna Kristín hafi skrifað bók 2006 og ég vitna í eitthvað í kaflanum sem þið eru að nota, þá megið þið ekki nota það sem heimild. Það ekki ykkar heimild. Heimildin ykkar ég. Ég að nota hina heimildina. Og ef þið ætlaði að fara að nota einhverja heimildi sem ég var með, þá verða þær að koma hér í heimildaskrána. Þið megið ekki vitna í neitt í ritgerðinni sem ekki kemur fram í heimildaskráni. Þetta verður að vera algjört samræmi þarna á milli. Allt sem hér, að það vitnað í það einhvers staðar hérna í greininni. Þannig ég viti hvaðan, eða sá sem tekur við þessu kennarinn, að hann viti hvaðan fólk að fá þessar upplýsingar. Þetta mjög áríðandi. Ef maður gerir það ekki, að þá getur maður verið sakaður ritstuld og það ekki það sem þið viljið fara að gera. Skulum við fara aðeins í hausana eða heatings sem þetta hér. Og þeir geta verið þannig að þetta sé, sjáu þið, hér kemur heating, þetta hér annars normal texti. Eins og hann núna, þá hann bara normal. Það eina sem sker þetta hér frá eins og þetta núna bara þetta feitlitrað. Ég vil hafa þetta sem haus vegna þess að ef ég ætla að nota þetta í efnisyfirlitið þá fer efnisyfirlitið í þetta hér og raðar því niður á blaðsíður. Efnisyfirlitið getur ekki vitað eftir hverju maður að fara ef maður hefur ekki sett inn heatings hérna. Þið getur haft heatings og verið með undir eins og væri hérna, hér væri kannski aðal heating 1 og Landsími Íslands sem greinilega partur af þessu hérna, hann gæti verið heating 2. Sem sagt þá hann aðeins minni. Þið getið látið þetta, þið þurfið ekki að hafa þetta svona þétt. Það ekkert óeðlilegt að það sé svona spábil á milli. Það eina sem þið þurfa að passa að það sé alltaf sama bilið. Þið sé ekki stundum með svona lampbil og stundum með styttra. Og passa rosalega vel að þið séu með sama letrið. Það ekkert leiðilegra heldur en vera að lesa ritgerðir þar sem og þetta ekki að ég sé að íkja neitt. Ég fæ svona ritgerði trekk í trekk og fólk hefur ekki spáð í hvaða letur það að nota. Letur og línubil. Og síðan það hausarnir. Efnisyfirlitið þegar þið setjið það upp, þá kemur það náttúrulega á sér síðu og þið þurfum að vera með forsíðu. Þið getið notað forsíðuna sem bara hér, sem sagt að þið farið hérna í insert og þið farið hérna í það sem þetta file og pages, smellið þetta hérna og veljið sjá, hér cover page, blank page og page break og þið veljið cover page
og þá býður hún ykkur upp á nokkrar gerðir af cover page og þið getur haft þar með myndum, segjum að ég vilji fá þessa hérna og þá segir hún hérna, hér á að vera nafn skóla, hér á að vera nafnið á ritgerðinni, hér getur við skipt mynd, þið myndu ekki vilja hafa mynd af jafnbrautarlest væntanlega ef þetta væri mynd hérna úr uppeldisfræðinni, þið gætu hins vegar vilja hafa þessa mynd ef þetta væri hérna í tölvudótinu þar sem þeir eru að skipuleggja ferð, þá gætu við gert það og síðan kemur hér nafnið ykkar, nafn kennara og allt það eins og þeir að gera. Þið farið eftir reglunum uppsetningu á forsíðu þegar þið setjið þær upp. Efnisyfirlitið það það sama, þið hérna kunna að gera það væntanlega og síðan eru það heimildirnar. Þær eru alltaf síðasta skjalið í ritgerðinni og þær eru á sérblaðsíðu. Og það sem þið þurfa að passa er að þær eiga ekki að vera svona, eins og þetta er hér. Þær eiga alltaf að vera þannig að þær séu hangandi og þá fer maður hér í paragraf, smellir hérna á og velur, hérna stendur special og það stendur none á þessu hérna og ég vil hafa það hanging. Ok á það og sjáðu hvað hún gerir þá. Það tekur hún þetta hér, allt annað raðar hún hérna fyrir aftan. Linkarnir eiga ekki að vera bláir. Breyti bara litnum hérna í þeim koloss hérna, þannig að letri verði svart. Muna samt ekki punktur, jú hér má vera punktur, fyrirgefi, hér má vera punktur. Yfirleitt er þetta hér sótt haft hérna á undan. Þannig að þetta sé hérna hvenær þetta er sótt og það sé á undan slóðinni. Ég veit ekki alveg hvað það er sett aftast hérna. Ef þetta eru íslenskar heimildir þá koma þær í stafrófsröð hérna fyrir neðan eftir nafni, sem sagt Anna Kristín, Jóhanna, Vilborg eftir stafrófsröð. Ef þetta eru erlendar heimildir þá koma þær eftir eftirnafni og síðan hérna eiginnafnið, þannig að það væri hérna þetta væri John PSA, þá væri það PSA John og þá væri PSA, John eða Jóð. Punktur, ártaliðin í sviga og aftur punktur. Það er alltaf punktur hér og það er alltaf punktur hér aftur á eftir ártalinu. Fleira sem þarf að tala um heimildaskrána held ég að sé ekki. Já, þegar þið farið svo að skrifa hérna ritgerðirnar að þá er fallegra að það séu, þetta er ekki allt í belg og biðu, heldur þið reynið að skipta þessu aðeins niður í kafla. Þannig að það sé ekki, þið eru með einhvern aðalkafla og undirkafla og eitthvað svoleiðis. Og það skiptir ekki máli fyrir hvað grein þetta er, þið getur alltaf skipt í einhverja kafla. Þannig að ef þetta væri, til dæmis ef við værum að gera ferðaritgerð ferðamál, að þá myndum við geta sett hérna söfn og annað í sérkafla eða það sem á að skoða, ferðatilhögun í einn kafla. Passa bara að það megi ekki vera of langar efnisgreinar. Það er ekki rétt að ein efnisgrein er aldrei niður heila blaðsíðu eða hálfa blaðsíðu. Þetta hér er mjög góð stærð á efnisgrein eða paragraf. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra, þetta var bara svona nokkur orðum hvað þið þurfið að spá í þegar þið eru að setja þetta upp.